Já, velkomin að Rauða borðinu á Samstöðinni á þriðjudegi, mitt sumar getur maður sagt, það er svo gott veður hérna fyrir sunnan. Hérna höfum við vanalega haft fréttir en við erum með hlé á því, við erum að finna út úr fjárhagsstöðu Samstöðarinnar, en við erum með fréttamenninni eins og vanlega, Björn Þorláks og Sigurjón Magnús. Ég er með fréttamála hvað var þar veðrið. Já. Það var engin snjór sem mældist í Reykjavík í janúar. Snjóaði ekkert í janúar? Nei, og þú þarft að fara aftur til ársins 1940 til þess að finna annað eins. Og engin snjór, það er engin á skíðum hérna? Nei, vallar. Þeir eru tilbúin snjór hérna í Ártúnsbrekkunni eitthvað? Það er búin að búa til snjór? Já, ég segi það er bara snjó. En það er ekki gott að það er oftast við hiti? Hann endist ekki lengi. Nei, eitthvað voru, þannig að gat fólk eitthvað reynt sér hana. Fyrir norðan. Hvað er að gerast? Ég veit það ekki. Þetta er vægast mjög óvenjulegt ástand. Og ég held að horfi nú bara svona frekar mildilega núna næstu daga og hérna vetri líkur, sko vetrarmánuðum líkur í raun þegar apríl hefst, þótt við séum formlega ekki með fyrsta sumundaginn fyrsta fyrir í apríl, las ég hjá Einari Sveinbjörnssyni veðurfræðingi. Og nú er komið febrúar. Byrju formlega og óformlega, ég næðis ekki alveg. Ja, sko, líkur vetri bara. Já, mars er síðasti vetrarmánuður. Er ágreiningur hvort að sumardagur fyrsti síðan Nei, hann er alltaf á sínum stað, sko, þessi sumardagur fyrsti, en samkvæmt gögnum veðurfræðinga eða eitthvað, þá er mars síðasti vetrarmánuðurinn. Og það er náttúrulega bara það er komið febrúar, skildi það þá bara fara þannig að það kom engin vetur til Reykjavíkur fyrir utan þennan eina dag. Munið ekki í fyrra hvað voraði snemma? Ég held að það voraði bara 3 vikum fyrr í Reykjavík. Munið ekki eftir þessu? Jú. Það komið bara lauf og tré og allar komið mæ. Þetta er bara það sem almenningur er einna mest að tala finnst mér. Það er bara þessi tíð, þessi Guðs þakkar verða tíð. Ég nenni ekki af áhyggjur af henni. Áhyggjur af henni, hvað minnur það? Í umhverfislegu, loftslagslegu tillit, einhverju slíku. Já, við björgum því ekki 2 og 3. Nei, við gerum það ekki, sko. Ég var reyndar tuða, eins og maður gerir. Tuðið er fúan í íslenskri menningu, það tuða svolítið. Sett inn á Facebook að ég sitt svona við gluggan og er að vinna á tölvunni heima. Og ég býði Hverfisgötuna sem er svolítið svona eins og gjá, þannig að umferðarhávaðin er svona mikill, það getur ekki farið neitt. Og ég var svona aðeins að hlusta og ég held að ég skrifaði að það væri svona 2/3 á nagladekkum, ég held að það sé 80%. Og svo heyrir maður að svona sérstakt hljóð ef það kemur rafmagnsbíll á nagladekkjum. Því þá heyrist ekkert í vélinni bara í dekkjunum. Já, það er svona afstæðlega með rafmagnsbíll alveg hljóðlátum og svo með nagladekk undir sem að. Og ég skrifaði eitthvað þetta og þá kom náttúrulega þetta er svona eins og lúpínan svona, gaman að hendi svo svona inn í umræðina. Fólk er annarkvort með nagladekkjum eða móti nagladekkjum. Það er ekkert. Já, svo erum við sem erum mennum ekki að pæla í því, sko. Ertu á nagladekkjum? Ertu á nagladekkjum? Nei, ég er nagladekkjum í mörg herrans. Ég sé enga tilgangu því. Ertu á nagladekkjum? Já. Það er vegna ferðalagan á norður. Þeir eru nú að fá smávetur. Það er annað loftslag þar og þar hefur verið snjór á köflum í vetur. En samt að hafa verið bullandi vandræði til dæmis með skíðasnjóin í Hlíðarfjalli. Þið voru að tala skofframleiddan snjó og fyrir norðan var það þannig þegar ég var fréttamaður á Akureyri að þá þurfti 3 stiga frost til að þeir gætu framleitt snjó. En kannski hefur tækninni fleygt eitthvað fram síðan, ég veit það ekki. En þetta eru búsifjar fyrir skíðavertíð Akureyringar, sko, sem hafa verið. Já. Hvenær er vetrarfríið í skólunum? Þeir þá missa mikið eða verið ekki með snjó. Já, og sko þetta hangir þar allt saman, leikhúslíf, restaurantar, skíðin, ferðalögin, sko. Ef einn hlekkur brestur þá fer keðjan, sko. Fjölskyldu fólk sem hefur bara hérna verið sunnar, sko, margt, sko, sem er bara fastan lit. Akureyri í vetrarfríinu, sko, skíði. Já. Svo rignir ekkert, af því að þetta getur haft efnahagslega áhrif á Akureyri, en svo rignir ekkert og það hefur líka efnahagslega áhrif, vegna þess að það getur leitt til þess að munið ekki fyrir svona 3 árum að þá var verið að skammta, það var Landsvirkjun eiginlega í vandræðum með að standa undir rafmagninu. Það var svo lítið í öllum lónum. Nú lítur samt að þá, sko,
Bráðnaða eitthvað? Nei, jöklarnir bráðin ekki, það er frostarn uppi. Þú hent einu jökli í Þórisvatn. Já. En það eru ágallar við svona gott veður. Ég reyndi að komast að í Vesturbæjarlaug í gærkvöld og jú, ég komst þar fyrir. En það var ekki afgangur af því. Maður þurfti bara að vera svona, sko. Ég man í gamla daga þá var til ráðið því og maður sérstaklega lit og svo var maður bara kallaður upp úr. Mun ekki því? Nei, ég man ekki til þessu. Við höfum ekki þurft að halda fyrir norðan. Nei, það er skammtað. Já. Heyrðu, en er eitthvað meira í fréttum? Er eitthvað að gerast í þinginu? Já, sko, sumir segja að hérna þegar hann Símsen, Jón Pétur, hældi Ingu Sæland, menntamálaráðherra, fyrir það hvernig hún tjáði sig menntamál í dag með gagnrýnum hætti, sem sagt. Þá, þegar hann hældi hann á hvert reipi, þá sögðu gárungarnir að það væri ígildi þess að fá kost dauðans. Ég skal nú ekki það að segja. En hún náttúrulega tók upp ég sá hann í Kastljósi, hún talaði bara eins og hann. Já, þau eru bara mjög líkri skoðan. Hún tók bara upp gagnrýnina. Já, og ég minnist að ekki hafa enst vel. Ég hlustaði á samtal hennar við formann Kennarasambandsins og við höfum náttúrulega talað við skólafólk hérna út og suður, fram og tilbaka sko. Og mér finnst þessi gagnrýni frá viðskiptaráði Jóni Pétri og fleirum, mér finnst hún ekki standa sko. Nei. Mér sko rökin á móti vera sko miklu öflugri og sterkari sko. Það var sem sagt sérstök umræða þetta stöðu grunnskólana í dag á Alþingi og sitt sýnis hverjum en þetta er ansi mikið í umræðinni sko. Ég sá hálftíma hálfvitana störf þingsins í dag það er ekki allt en sá Sigmundur Ernir félagi okkar sjáuð ekki friðin hann var að reka ofan í Jens Garðar Helgason með hvað þetta er allt fínt sko senda bara palestínu fólki aftur heim og Simmi getur haldið trusuræður og gera það í dag hann sagði honum til syndana alveg bara Það var til að í borginni að taka upp svona hálftíma hálfvitana, óundirbúnar fyrirspurður. Því var hafnað. Já, það er hugleysi. Finnstu ykkur þetta til eftirbreytni, til útflutnings? Mér finnst að almenningur eigi í gegnum minnihlutana að hafa rödd. Já. Og svona fyrirspurður. Já. Og maður meira þessu, við erum í flestu löndum meira af þessu til þess svona opnir, fundir, þingnefnda og fleira. Sammála. Það lítið þessu í okkur. Sammála. Nei, þetta er samt sem áður, þá koma oft góði punktar hjá fólki sem ekki endilega tengdur málum inn í þinginu. Ekki rétt? Jú. Björn, þú ætlar að tala við Skúla Braga Geirdal. Já. Var hann ekki að vinna hjá fjölmiðlanefnd? Jú, Netvís er sko einhver undirdelt. Fjölmiðlanefnd búin að eignast barn? Já, hún er búin að eignast barn. Jesus Christ. Sem varaþingmaður Framsóknarflokksins. Og já, hann... Er það skamma almenning fyrir að kunni ekki lesa fjölmiðla? Nei, við förum nú víðan völl í þessu spjalli. Það náttúrulega áhugavert, þú hefur nú oft fundið að því í Smári, að það sé ekki endilega eðlilegt eða heilbrigt að frétta aðgangur að miðlum eins og Vísi og MBL sé frýr. Það er ekki í kringum okkur. Nei, og þessi samnorræna könnun eða skýrsla sem er núna búið að vinna sem ber saman íslenskt fjölmiðlaumhverfi og skandinavist, hún sýnir að þetta hefur nú ýmsa ágalla í för með sér eins og þú hefur verið að benda á þótt sumir kallið þetta forréttindi fyrir almenning. Þannig að við ræðum þetta, við ræðum fjölmiðlalæsi Íslendinga sem er dapurt bæði krakkarnir og ekki síður 65 ára plus. Þú myndir nú ekki geta hangað þá sem hata byrjendalæsið á því að 65 ára plus þeir séu ekki læsir á fjölmiðla. En Það er við. Það er ég líka. Nei, ég er ekki alveg komið þangað. En sem sagt en við förum það er ekki aldurslaus ég veit ekki einu sinni hvað ég er gaman en af því ég er orðinn 60 en býtu á hverju er fólk 65 og eldra ólæst á fjölmiðla? Já, það það gerir ekki greinamun á legum og raunverulegum fréttum og það er svona tölvu óvant tölvum. Já, og ég held
þótt að sé bara mín persónulega skoðun að það sé vegna þess að Íslendingar hafi bara aldrei fengið mjög góða þjálfun í að skynja fjölmiðla frá faglegum hliðum. Við höfum alltaf verið svo vön því að flokksblöðin og allt þetta, við höfum alltaf verið svo vön því að allir fjölmiðlar séu með erindi og við sem áskrifundur einhvers erum bara að styrkja okkar eigin skoðanir sem að Þau eru lesjöfni erindin, maður. Já, þau eru lesjöfni dag. En þetta ágætis spjall og hérna, já. Þannig ungu maður sem að gagnrýna okkur eldri. Það gott. Þessi umræða einhver leiti þá, því að þetta var í tilhörnum að sloga einhvern veginn að búa til einhverja, hvað heitir þetta, svona vitundarvakningu meðal almennings sem að, þú veist, þannig að bara að hafa almennilega fjölmiðla, sko. Ekki skilti út í bæ sem að hvetja fólk til þess að lesa fjölmiðla. Við erum bara að vera almennilegt fjölmiðla umhverfið, sko. Já, bara hvað í fjölmiðlunum? Það skiptir þetta máli. Við reddum því ekkert með einhver umræðu mikilvægi fjölmiðla, sko. Nei. Jæja, heyrðu, en þú ert með meira í kvöld, þú ætlar að tala okrið í olíufélögunum, sem eru ekki vinsæll félög. Nei, við Runólfur förum yfir blóðuga sögu olíufélagana. Og hún í stuttumáli eins og þið kannski þekki, þið eru nú gamlir hafrar í blaðamennsku, að olía kemur framan af öll frá Rússlandi. Eða Sovétríkjunum eins og þau hétu þá í skiptum fyrir aðrar vörur og þá ekki bara ólöglegt verðsamráð, þá bara fast verð og allir kaupa það sama. Svo leið og þessu líkur og svona hinn frjálsi markaðar á að taka við, þá fara náttúrulega að verða vandræði. Hinn frjálsi markaðar, við erum alltaf að segja það. Já, og við þekkjum dómsmálin sem urðu. Þeir náttúrulega þeir kölluðu okkur fíbl, fólk fíbl, sagði einn forstjórinn okkur neytendur. Það var svo auðvelt að svindla á okkur. Og þetta forsagan og nú bendir margt til þess að þeim finnist við enn meiri fíbl heldur en nokkru sinni og það bara Runólfur ásamt ASÍ og fleirum. Það bara alvarleg umræða og ákall það að ríkið bara þvingi olíufélögin til þess að taka mið af heimsmarkaðsverði eins og stóð til hjá Dönum fyrir allmörgum árum en þegar tilkom þá þurfti þess ekki vegna þess að þau hlýddu bara. Já. Sama með, ég hef oft tekið dæmi að þegar hagnaðu banka í Noregi var of mikill, það voru allir bankastjórnendur kallaðir fyrir þingnefnd. Já. Og þeir var bara sagt að ef við gerum þetta aftur, þá fáið þið bara verra og þeir bara lækkuðu vaxtamuninn og lækkuðu minnkuðu okrið. Það var mörg dæmi þetta, það sem stjórnvöld beita sér. Það svona trú að þetta bara einhverja heilagar kýrðan úti sem eru að blóðmjólk okkur. Alveg bara en það eru dauðakippur í nýfrjálshyggjunni. Maður finnur það núna. Hún ætlar að drap sig sjálf. Hún drap sig sjálf. Núna erum við farin að fá svona tillögur og það ekki einhver Jakob Bjarnar sem að skrifar endalausar þetta svo vitlaus tillaga. En af hverju stofnar ekki ASÍ bara olíufélag? Þannig í gamla daga þá stofnuðu þeir alþýðubrauðgerðina af því það bakararnir voru okra á brauði, þá bara stofnaði alþýðusambandið sína eigin brauðgerð og það var rekið í 40-50 ár held ég. Skaffaði alþýðu Íslands ódýrt brauð og eins og oft gerist, við höfum oft talað þetta í sambandi við opinber leigufélög eins og til dæmis í ráðandi stöðu í Svíþjóð að þá raunverulega stjórna þau verðinu á markanum. Þannig að svona ef ASÍ eða ríkið myndi bara stofna olíufélag, þá ertu bara getur þú stjórnað verðinu á markanum. Og þetta í gamla daga, veitu hvað þetta í gamla daga? Það hétt blandað hagkerfi. Af því að blandað hagkerfi var þannig að opinber þjónusta var bara á vegum hins opinbera, en síðan var atvinnulífið blandað. Það voru bæjarútgerðir og það voru ríkisfyrirtæki og það voru einkafyrirtæki og það voru samvinnufyrirtæki og sem að bjuggu til svona eðlilegt en síðan í jafnvægi. En síðan var þessu öllu hent, þannig að eftir eru bara einkafyrirtæki og einkafyrirtækinu vilja taka yfir opinbera þjónustu líka. Það ekki blandað hagkerfi. Það bara alræði auðvaldsins eins og sagt er. Við erum kannski bara aftur á leiðin inn í svona lausnir. En tvennt sem ég langar að nefna svona í lokin þetta, að hann segir að munurinn á bensínverði Costco
og íslensku olíufélagana hafi aldrei verið meiri. Hann orðið 15 krónur sem eitthvað alveg mega. Var held ég 8 krónur fyrir þessa breytingar, eitthvað svoleiðis, sem við vorum áramótin. Og svo segir hann annað að með túristabombunni þá hefur stór aukið umferðarslysum. Erlendi ferðamenn á bílum alltaf að keyra á. Renna til í hálku alltaf. Og hann segir að þeim kostnaði hafa öllum verið velt yfir á okkur Íslendingana sem eru 365 daga ári gegnum tryggingafélögin. Og það er bara, þú veist, góð ástæða, gott tilefni til að brýna okkur öll til að taka símtölin við þessi tryggingafélög og stór lækka iðgjöldin okkar bara með því einu að hafa samband við þau. Því að það er verið að okra og svíkja okkur í gegnum tryggingafélögin, en ef við aðhöfumst og segjumst bara að fara eitthvað annað, þá fáum við betur. Þetta gerir þetta svona á eins og hálfsás fresti. Já, en þetta getum við ekki, þeir sem að eiga bíl sem að nota jarðefnaeldsneyti ekki, nema við getum prófað að fara upp í Costco, en til dæmis allt fólki út á landi, það fer ekki. En tölum við eitthvað kílómetragjaldið? Já, þetta er náttúrulega tengist. Það er svolítið skemmtilega fréttir, það var útubílstjóri á Egilsstöðum eða fyrir austan. Hann fekk 90 milljónir, eða ekki? Jú. Og hann hefði keypt 27 sunnu kringum jörðina í janúar. Já. Var það ekki á 150 kilometra hraða að meðaltali hverja einstu sekund? Það var að stoppa. Já, eða 15. Og svo kemur í fréttir, það verið ekkert vandamál, þetta verið allt saman leiðrétt. Sendu bara tölvupóst á km@skattur.is. Og ég held að það póstól sé svolítið fullt, sko. Það sagði mér einhver sem að verið að ringja, hann var 51 í röðinni. Já. Það ætlaði að fá leiðréttingu á kilometragjaldinu. Þannig þetta er alveg rosa. Það var bilað margir í heitabóttunum að tala kilometragjaldi sér. Já, þeir hafa ekki verið búin að hanna kerfi þegar þeir byrjuðu með þetta. Nei, ekki alveg gott. Við erum líka fyrsta þjóðin til að gera þetta með þessum hætti. Þannig að það er ekkert skapalón til þess að miða við. Og svo líka oft er þetta kannið stuða, þeir eru búið til svona tölvukerfi, það á þetta að virka. Það tæknir mér að segja það alltaf. Það bara virkar ekki. Þannig þegar ég gerði þetta í síðasta mánuði, þá gerði ég það 5. janúar. Og ég ætlaði bara að færa um 1. febrúar, ekki að ræða það, vinur. Þarf það að vera 5. febrúar? Já, ok. Ég er með fastan þátt sem ég er að reyna að koma á fót sem að ég kalla íslensk menning sem bara stælar tilvísun í Sigurð Nordal, en hugmyndir er svo að ræða samfélagið og þess að deglu sem við erum á og breyttan heim og breytta svona sjálfsmynd og eitthvað fleira svona út frá menningu og listum, og ég fæði svona fólk sem á bakgrunn þar. Og núna á eftir koma til mig Gíja Sara Björnsdóttir sem er sviðslistakona og Páll Baldvin Baldvinsson sem vill láta kalla sig eftirlaunamann, Þórhildur Þorleifsdóttir leikstjóri og Sverrir Norland. Allt saman hörku fólk og verður líflegar, ég get lofa því, verður líflegar umræður. Barátta orðið, kannski? Já, og líka alveg umræður svona hvert við erum að fara, og sumilit er hugmyndin í að baka þetta að við erum ofta að tala svona um efnaðasmál og við erum að tala um pólitík og eitthvað svona. En svo er eitthvað svona veikleiki í, við erum að tala um spillingu og alls konar. Það getur verið eitthvað svona veikleiki í menningun okkar sem að allt þetta eru kannski bara sjúkdómseinkenni af. Þannig að þetta er svona tilraun til þess að ná svona, eins og þetta bara líka tilraun til þess að hafa bara skemmtilegt spjall. Já. Stundum segi að samtölinn við Rauðaborðið sé eins og tala ókunnra í lestaklefa milli tveggja borga. Já. Bara fólk tekur upp samtal og er að skemmta hvort öðru. Það getur verið galdrar, sko. Já. Ég held að þetta sé skemmtilega hópur. Því kannistu þetta, maður er svona reynir að raða saman einhverju sem heldur að verði fjörugt og skemmtilegt. Þú ætlar að fá annan hóp núna bara rétt eftir, eða ekki? Jú, bara við lásum þetta í fréttum í morgun að 8 gefa kost á sér í forvali VG til borgarstjórnarkosninga, og bæði Stefán Pálsson og Líf. Og ég ætla ekki að tala við þau, en ég reyndi við alla hina 6 sem eru á listanum sem langar að verða borgarfulltrúar, og ég náði 4. Þau koma Auður Alfífa Ketilsdóttir, Finnur Rækard Steinar Harðarsson og Hlynur Már Ragnheiðarsson. Og mér langar að kynnast þeim og fá að vita hvað þau hafa að segja, og vonandi verður það líflegt spjall.
það er svolítið stemning fyrir nýju fólki, finnið þið ekki fyrir því? Svona, já, virðist það. Ég ætla náttúrulega ekki að spá fyrir úrslitið þessu prókjöri eða þessu forvali VG en mér finnst vera svona, já, fólk vil einhver endurnýjun. Það má vel vera að þeir sem eru fyrir eru bara, fólk eru leitt á því, við erum alltaf þannig heim að við erum svo mikil ágengni í öllu, það er talað það svolítið í pólitík að fólk eru bara fljótar að fá leið á fólki og það er þannig að þú ert kannski alltaf með sama forsætisráðherra en eitthvað, það bara endar að fær fólk bara leið á honum, bara fínt að skipta en eins vegar þannig að endurnýjunum til þess að þingi á Íslandi er bara miklu meiri heldur en nokkurs annars þar. Þannig að oft heyrir maður, en þótt að sé þannig, að þá hefur maður oft ekki þátt í umræðu þar sem að fólk er að segja sé bara engin endurnýjun og þetta sé bara ægilega aðalatrið í íslenskri pólitík að ná meiri endurnýjun. Og svo maður en það er eiginlega hvergi meiri endurnýjun hér. Þannig að það er stundur sem að ganga, þeir kannist þau þetta oft í umræðu, ganga svona gamlar hugmyndir. Við erum með færri þingmenn, heldur en aðra þjóðir, og ráðara, þess vegna koma þær ofta fram og fólk fær bara nóg. Sigurður Ingi er til dæmis gott dæmi um þetta. Hann er sjálfsögur ekkert verri en aðrir en hann er bara hann er búin að tapa báðum þessum þingsæti sem eftir voru í Suðurkjördæmi. Já, það er mjög áhugavert. Það var náttúrulega könnun í gær. Og í hans sporum myndi ég bara segja mér þingmenn Miðflokkurinn er búin að toppa. Já, þetta er nú bara agnarögg sem að fá niður. Já, það er samskiptir máli að maður var alltaf velta fyrir því. Ég meina geta þið farið upp fyrir Svíþjóðardemokratana. Þeir eru fastir í 21-22%. Eru ekkert að vinna á, það eru kosningar þar í haust. Ég held að það verði vinstri stjórn sem að tekur við, eða sósíaldemokratastjórn tekur við í Svíþjóð. Og ég er ekki að sjá, mín kenning er svo að þessir hægri flokkar, eins og Miðflokkurinn, muni ekki vinna kosningasigur á Trump-tímum. Og það er lengi dæmi þannig í Suður-Ameríku og í Slóvakíu. En annars er þetta bara, það er svona mín kenning. Þess vegna held ég að þess vegna fannst mér gaman að fylgjast með þeim að fara upp og var svona velta fyrir mig eitthvað tíma að reka þeir upp ykkur rjáfur. Já. Það er bara svo mikið til af óanægðum sjálfstæðismönnum sem að þoli ekki útlendinga Ég var nú að tala við svona fólk á miðjum aldri í síðustu viku og það var kona þarna sem var að segja að hún undraðist hvað fólki sem hún umgengst mest hvað er orðið haldt undir Miðflokkinn og Snorra Másson að hann er svona að verða svona bara hálfguð hjá einhverju fólki. Ég hef tekið eftir í líka fólk sem áður hvíslaði stuðning sinn. Það er ófeimið. Það sem gerist náttúrulega. Við erum með einhverja menningu sem að svona samkomlega það að við skulum ekki snúa þínu versta að öðru fólki. Við skulum ekki tala við skulum gefa öllum sjens og svona og svo allt innu rýfur einhver það og segir að þessi er bara að fara hendum þessu fólki bara aftur til Palestínu og það nú var að forma Sjálfstæðisflokksins. Já, og að leiðu þetta fyrir í gang að þá verður svona dettur samkomulagið að maður ég man eftir þessu að ég fór til Álaborgar í Danmörku, hafði ekki komið til Danmörku í svona 15 ár og var þar að borða kvöldmatt með mönnum og dönum og var að kaupa ritstjórnarkerfi fyrir fréttatímann og þá allt í einu byrjaði þeir að tala um útlendinga og ég hefði aldrei lent í þessu öðru. Ég hefði aldrei setið með ókunnugu fólki þar sem að menn leyfðu sér það bara að fara að tala einhverjum fordómum gagnvart innu og ég fekk að vera bara fyrir svona menningasjokki sem er en Danir höfðu lent í þessu. Þeir höfðu Anders Fogh Rasmussen hefði þurft að nota danska þjóðarflokkinn til stuðnings til að halda ríkisstjórninni gangandi og gerði þetta þar með stofu hæft og allt í einu þá bara gaus þetta út. Og mér finnst þetta vera betra samfélag sem er þannig að við tölum ekki illa innflytjendur, við tölum ekki illa fólk sem er með aðra trú, við tölum ekki illa fólk sem er með öðruvís á litin og það er bara, þannig er það hjá okkur. En ef við gefum það eftir þá náttúrulega verður fjandilaus. Ég er nú með kenningum það að einu sinni höfðu við þá reglu að þú varst ekki að taka myndir af sjálfu þér.
Og ef ykkur gerði það að það segi, Bjössi, hvað var ruglegt þetta? Mynda sjálfur. Og allir voru að skoða fjölskyldalbúmin og skoða náttúrulega helstmyndir af sjálfur sér en lét ekki á það að bera. Og þetta var svona félagslegt aðhald til þess að halda þessu niðri. Svo einhvern tímann tókum einhver mynda sjálfur sér og sýndi, Bjössi tók mynda sjálfur sér og sýndi mér. Nei, helvítar sniðu myndaðir. Allt ónýtt. Bara endalausar selfies eftir það. Enginn að taka mynda öðrum en sjálfur sér. Þannig að félagslegt aðhald, félagslegt aðhald skiptir máli. Og ég hvernig talað til þess eins og Jens Garðar, þetta óhugsandi að hann hefði sagt þetta í þingi fyrir 10 árum, 20 árum. Hann hefði verið tekinn bara af eigin flokksmönnum og það hefði verið talað yfir honum og sagt, svona gerum við ekki. Sigmundur Ernir gerði það í dag. Hann las yfir honum. Já, það var ekki í hans eigin flokk. Nei, ég er bara... Þannig þú með miðflokkin og sjálfstæðarflokkin. Ég er að hæla Sigmundur Ernir. Já, en miðflokkurinn og sjálfstæðarflokkurinn hefur ekki þetta innra aðhald. Nei. Það er bara keppnum að hver getur gengið lengra. Herðu, en við leysum þetta... Og öðru sem er ráður bróm, þetta, sjálfstæðarflokkurinn var sko múlbundin ráður, tingmennir. Herðu, Björn og Sigurjón, kæra þakkir og Laufey Líndal fyrir að taka upp og senda út og en ykkur þakka ég mest sem að breyta þessu samtal okkur í fjölmiðlum minni á að það sem heldur okkur gangandi er þeir áhorfendur og áhorfendur sem hafa gert áskrifundur. Þú getur slegist í þannig hóp með að farað inn á samstöð.is, það er hnappur sem ástundur áskrift. Það getur skráðið fyrir grunnáskriftir sem er 2750 krónur og mátt borga meira vilt. Og þið sem að viljið geti látið áskriftina renna sem félagsskildin í Alþýðufélagið, það er mitt Alþýðufélagið sem á og rekur samstöðuna. Allt sem við sjáum hér og heyrið er í boði áskrifenda og við þökkum þeim kærlega fyrir. Nú ætlum við að sjá þess örstuttar auglýsingar og svo kemur vinstrafólk. Ég heiti Vala Kristín og ég trú á samkennd, gleði, þakklæti, von, örlæti og frið. Jæja, krakkar, þetta er síðasti dagurum minn. Ég ætlaði nú aldrei að fara að vinna sem leiðbeinandi. Ég hef náttúrulega aldrei lært þetta, að kenna. Ég lærði nefnilega hagfræði. Hæ krakkar, ég er nýji kennarinn ykkar. Ég er búin með 5 ára kennaranám og ég hlakka til að vera með ykkur þangað til þið útskrifist. Fjárfestum í kennurum. Kennarasamband Íslands. Hæ, KK hér. Hlakka til að sjá ykkur öll á afmælistónleikunum mínum í Háskólabíó 27. mars. Miðasala á tix.is. Samstaða skilar árangri. BSRB, afl í þágu almennings. Öflug verkalýðshreyfing er lykillinn að öflugu samfélagi. Alþýðusamband Íslands, samstillt barátta í þágu launafólks í meira en heila öld. Samlokubrauð, maltbrauð, tékkneskt brauð, súrdeigsbrauð, brauð ársins, Bernhöfts bakari, íslenskt handverk síðan 1834. Ódýr, huggulegur, skemmtilegur og öðruvísi fatamarkaður. Fatamarkaður Vorstjörnunnar, Bólholti 6, opið alla laugardaga og sunnudaga frá 1 til 4. Verið hjartalega velkomin. Ég heiti Þórhildur Þorleifsdóttir. Á samstöðinni er fjörug, opin, skemmtileg og gagnrýnin umræða allt milli himins og jarðar. Samstöðin á erindi inn á öll heimili. Ódýr og öflugur miðill 40.000 manns sjá eða heyra þætti samstöðvarinnar í hverri viku. Ef þú vilt auglýsa, sendu póst á samstöðin@samstöðin.is.